Áframhöldum föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fræðast aðeins Grænlandsverkefni Soroptimista Akureyringar. Velkomnar Eyrún og Kata. Takk fyrir að bjóða okkur. Ætlar þú að segja okkur aðeins Eyrún frá Soroptimistum fyrst kannski? Já, ég skal gera það. Það fyrst að byrja því bara að útskýra aðeins orðið Soroptimisti. Já. Það þýðir í raun systur sem vinna að því besta. Eða jafnvel bjartsýnis systur. Okay. Og við erum málsvara kvenna og við viljum að raddir ungra stúlkna og kvenna heyrist allan heim. Því við erum hluti af alþjóðasamtökum og sem telja, þessi alþjóðasamtök okkar telja 80.000 konur, 127 löndum. Og á Íslandi erum við líklega 600 í 19 mismunandi klúbbum sem dreifast landið. Og þetta latína eða hvað? Já, þetta latína. Sorores ad optimum. Já. Vá, tala með þetta. Alveg með þetta. En þetta svona klúbbur sem að maður þarf einhver meðmæli til að komast inn í, eða hvað? Það þarf, já, þú getur í raun eins og staðan núna, hugsanlega á þetta eftir að breytast, maður veit aldrei. Að það hefur það verið þannig að svona konur mæla með konum inn í klubbinn og við getum fengið ábendingar í tilmæli að það má líka alveg hringja í okkur og segja mér langar svo í Soroptimista klubbinn og þá bara segjum við já og skoðum það allt saman. Þannig að allar konur eru velkomnar. Og þú ert búin að vera í þessu í einhver ár? Já, ég er búin að vera líklega í þessu í 18 ár. Vá. Já, ég held það. En þú, Kata? Ég mun yngri. Jú, á allan hátt. Ég veit ekki, kannski 5 ár. Já, 5, 6, 7, þetta er svo fljótt að líða nefnilega. Einmitt, algjörlega. Og nú ætlum við aðeins að heyra af kannski þessu Grænlandsverkefni eða skómessunni hreinlega bara. Já, akkurat. Já, vilt þú segja aðeins já, ég kannski segja ykkur bara aðeins frá verkefnavinnunni og svo tek ég... Já, við erum við erum ákveðið markmið í samtökunum sem að við reynum svo að vinna eftir, bara hver og einn klúbbur velur sér verkefni sem kannski hæfa þeim markmiðum sem að samtökin vilja að séu framalega. Og eitt af þessum markmiðum er til dæmis að auka aðgengi að menntun og efla leiðtogahæfni ungra stúlkna, jafnrétti og jafnræði og allt það og svo kannski líka að með svona sjálfbæra framtíð. Og þar kannski kom þetta Grænlandsverkefni inn. Þar leggjumst við aðeins undir feld, klúbburinn, að okkur langaði að fara að koma af stað nýju verkefni og þá svona er þetta aðeins í samvinnu við systur okkar, Hanna Helenu Dajak og hún hefur verið búsett á austurströnd Grænlands parta úr ári í mörg ár og hún þekkir þetta samfélag mjög vel og þarna eru mörg góð verkefni og þetta er í raun og veru, þetta er náttúrulega gríðarleg strandlengja austurströndin og þetta er brothættar byggðir þarna en þetta eru líka mjög strjálbyggð bílt en þetta er okkar allra næsti nágranni, hugsaðir, Ísland og svo er þetta þessi litlu þorp þarna. Klukkutímaflug. Klukkutímaflug. Þannig að við erum búin að, eins og ég segi, búin að hugsa þetta vel og vandlega og undirbúa okkur og nú er komið að því að fara að safna fyrir 2 mjög svona ákaflega áhugaverðum verkefnum. Og fyrra verkefni er að aðstoða systur okkar við að þá fáum við sérfræðing sem kann að súta og vinna ull og úr sauðnautusull og þetta band, ullarband er bara miksta ull sem ég hef nokkuð tímann fundið. Þetta er ein svona þekking sem við getum hjálpað þeim að hjálpa sér sjálfar og koma þessu í gang varðandi með þekkingu og... Þannig að þið myndu kannski kosta þennan kennara til að fara og kenna og það ætlaði að gera með því að safna peningum. Safna peningum? Og síðara verkefni er eiginlega aðeins ef ég skýt því inn að það er að þjóðbúningur þeirra þarna á austurströndinni er annar en hinna og þar er bara sú þekking er bara það bil að glatast. Þannig að það eru einhverjar 2 konur sem kunna eitthvað til verka. Þannig að við viljum líka koma þar inn. Það eru alveg 2 konur sem kunna til verka þarna. Reyna að fá það til að miðla sinni kunnáttu. Já, til yngri kvenna. Þannig að nú er komið að því á Akureyrarvökunni, nota bene, ekki núna um helgina, Akureyrarvökunni, þá verðum við í portinu á Götubarnum milli 12
og 18 með svo kallaða skómessu. Skómessa, þetta er alveg geggjað. Og við ætlum að halda ykkur fast. Við ætlum semst að selja skó á bara góðu verði, sem dæmi. Notaða skó, það satt þú Kata mín, er það ekki? Nei, ég reyndar á ég. En það er ekki að segja það. Nei, en það er taska í stíl við þessu skó. Það var bara eftir að finna hana. Hún er einhvers staðar. Heyrðu, og svo fekk sonur minn þessa gefinn sem hann passaði ekki í, þannig að hann ætlar að selja þessa til styrktar Grænlandi. Svo er hérna æðislega flotti skór sem eru úr svona tísku litnum sem ég keypti sjálf á notaða sem ég ætla núna að selja aftur, kannski kaupi það bara sjálf. En allavega, þetta verður, og við ætlum líka að vera með trefla og töskur. Og það eru svo optimista systur sem að gefa bara, eða búin að safna kannski í annar stað, eða er þetta bara ykkar persónulega eigur eða? Nei, við erum að safna. Ég fer til bara mömmu og systra og vinkvenna. Og ég og nokkra systur. Og þú átt reynda nokkra systur. Og alltaf sko systur. Auglýsi eftir. Já, og við ef einhver er þarna úti sem langar að styðja okkur á annan hátt en að mæta auðvitað þennan laugardag á Akureyrarvökunni og kaupa sér skó og tösku á góðu verði og styrkja gott málefni, þá verðum við þarna milli 10 og 12 að undirbúa og taka á móti. Þannig að við viljum svona eigulega skó sem er gaman að láta ganga áfram. Ekki of þreytta og útslitna, svona frekar fína. Og maður með að vera barnaskór og kallaskór og fellskór. Fótboltaskór, ég hef trúið að séu nokkri fótboltaskór heim hjá mér sem ég sem að fólk óks hratt upp úr. Sem að menn vaksa mjög hratt upp úr. Og hérna, þannig við erum ákaflega spenntar, við erum búin að hugsa þetta vel og nú er komið að þessu. Skómessa. Laugardagurinn 31. ágúst. 31. ágúst, koma bara með skóna milli 10 og 12. Koma svo að verslað aftur og hafa gaman á Akureyrarvökunni, versla sér nokkra fína, skemmtilega skó. Það verða mjög skrýtnir skór þarna líka, svona áhugaverðir fyrir alla aldursflokka börn og... Eru þið búin að ákveða eitthvað svona verðbil? Þetta verður bara svona 1000, 2000. Það verður hægt að fá sér sko, Þetta verður gaman. Það verður hægt að gera góð kaup. Bæði skemmtilegur viðburður og gott málefni. Og þið vitið þetta er í portinu á Götubarnum. Þarna beint á móti bautanum. Beint á móti bautanum, við liðum á Bjarna Úrsminn. Frábært að fá ykkur svo optimista systur. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Já, takk.